Formaður Sjálfstæðisflokks hefur mælt með samningaleið við Breta og sagt dómstólaleiðina ófæra, mælt með dómstólaleiðinni, greitt atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan lagt til að hætt verði við þjóðaratkvæðagreiðslu og aftur mælt með samningaleiðinni. Bjarni Benediktsson var formaður utanríkismálanefndar sem lagði til að samyrði Icesave. Síðan var hann þeirra skoðunar að fara eftir dómstólaleiðina. Bjarni greiddi síðan atkvæði með þeirri tillögu Péturs Blöndal að halda eftir þjóðaratkvæðagreiðslu málið og gagnrýndi ríkisstjórnar harkalega fyrir að standa í vegi fyrir slíkri atkvæðagreiðslu. Þeirra eru öll ákvæði þess samning sem að hér gengur til atkvæðagreiðslu og þeirra var neitað þjóðinu að hafa skoðun á. Og það mikill misskilningur í háttvirtum þingmönnum stjórnarflokkana að þeir geti ekki borið ábyrgð á þessu máli og líka senda til þjóðarinnar. Í kvöldfréttum Stöðvar 2 hinn 5. september síðastliðinn eftir synjun forsetans sagði Bjarni: Það auðvitað augljóst að það stefnir í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég alls ekki á móti því. Á fundinum í Valhöll í dag hvatti Bjarni hins vegar ríkisstjórnina til að halda ekki þjóðaratkvæðagreiðslu og setjast aftur á samningaborðinu. Ef ríkisstjórnin áttar sig og leggur grunn að nýjum viðræðum með aðkomu allra aðila, allra stjórnmálaflokka, þá mun ég ekki leika sama leikinn og utanríkisráðherra og fleiri hafa gert í þessari viku. Ég mun ekki segja: nú, þið skiptist stöðugt skoðun. Bjarni var formaður allsherjarnefndar sumarið 2004 og gagnrýndi þá forsetann fyrir að fara gegn vilja þingsins. Bjarni sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar eftir synjun forsetans síðastliðinn þriðjudag. Það skiptir þá miklu máli að þegar forsetinn ákveður að túlka greinina með þessum hætti, hann sé samkvæmur sjálfum sér og það engum blöðum það að fletta í þessu máli hann það. Þorsteinn Pálsson var meðal fundargesta í Valhöll í dag en hann segir í grein sinni í Fréttablaðinu í dag að sumir þeirra sem gagnrýndu forseta Íslands hvað mest fyrir að synja fjölmiðlalögunum árið 2004 hrósi honum nú fyrir samkvæmni. Þorsteinn segir að menn verði ekki dygðugir af því að endurtaka mistök sín og hrósið sé því hvorki málefnalegt né maklegt.